Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 7. júlí er 3. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er orð friðþægingarinnar, týndur fundinn. Í lektíunni skrifa Míka, spámaður, að reiði Guðs vari ekki að eilífu, því að hann hafi unun af mildi. Í pistlunum skrifa Páll að Guð sé auðugur af miskunn og í Guðspjallinu segir Jesús dæmisögu hið týnda sem fannst. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Lúkasi 15. kafla og hljóðar svo. Allir tollheimtumenn og bersundugir komu til Jesú að hlýða á hann, en farisear og fræðimenn ömuðust við því og sögðu, þessi maður tekur að sér syndara og samneytir þeim. En Jesús sagði þeim þessa dæmisögu. Nú á einhver ykkar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er þar til hann finnur hann, og glaður leggur hann sauðin á herðar sér hann finnur hann. Þegar hann kemur heim kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá, samgleðist mér því ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi ykkur að þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki með. Eða kona sem á 10 drökmur og tínir einni drökmu, kveikir hún ekki á lampa, sópar gólfi og leitar vandlega uns hún finnur hana. Og þegar hún hefur fundið hana kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir, samgleðist mér því að ég hef fundið drökmuna sem ég týndi. Þannig segi ég ykkur að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er orð friðþægingarinnar, týndur og fundinn. Við þekkjum það öll að hafa týnt einhverjum hlut og leita að honum á öllum hugsanlegum stöðum, en finna ekki. Hættar síðan að leita og muna þá kannski eftir einhverjum einum stað í viðbót, þar sem hann gæti verið, og finna hann þar. Jafnvel þó hluturinn sé ekki merkilegur eða mikilsvirði, þá er hann hluti af þessu dóti, sem við söfnum að okkur og grípum til að nota öðru hverju. En hversu lítilvægur sem hluturinn er, og þó það sé ekkert mál að kaupa annan í staðinn, þá finnum við alltaf til léttis þegar við finnum gripinn. Á tímum Jesú átti fólk ekki fullar geymslur af ómissandi drasli eins og við. Það átti yfirleitt aðeins það sem þurfti að nota daglega, það sem þurfti til að lifa af. Hlustendur Jesú þekktu því hvað hver hlutur sem týndist var mikið tap fyrir eigandann og í dag fengum við að heyra tvær dæmisögur eitthvað sem týndist. Fyrri sagan er týnda sauðinn, einhver átti 100 sauði og týndi einum. Bændur geta samsama sig við þessa sögu. Það er sama hversu margar kindur þeir eiga, þeir leita þeirra sem vantar. Næsta saga var týnda peninginn. Drakma var grísk mynt, hún hafði sama verðgildi og denar, hún jafngilti daglaunum verkamanns. Þetta var talsverð upphæð og hver leitar ekki ef hann telur hann hafi týnt heilum daglaunum og hver fagnar ekki þegar hann finnur daglaunin. Í framhaldi af þessum sögum segir Jesús söguna týnda soninn. Faðirinn átti 2 sonu og annar þeirra fór út í heim og var týndur í heiminum. Öfugt við hinar sögurnar,
Þá fór faðirinn sem táknar Guð ekki að leita hans. Af hverju ekki? Hvað eiga þessar sögur að kenna fólki? Í fyrstu sögunni týndist 1 sauður af 100, 1% af eign mannsins og hann fór að leita. Konan átti 10 drökmur og týndi einni. 10% af hennar fé og hún fór að leita. Faðirinn átti 2 soni og annar fór út í heim. 50% tap, en hann fór ekki á eftir honum. Ef við tökum ekki söguna týnda soninn með hinum, þá segja þær okkur ekki neitt. Sagan týnda soninn er lykillinn að hinum 2. Hún bendir okkur á að ef við getum leitað hátt og lágt að því sem við teljum vera verðmæti í heiminum, þá þurfum við að vakna til vitundar eins og týndi sonurinn og leita föðurins sem tekur okkur opnum örmum, slátrar alikárfinum, færir okkur í nýja skó og skikkju og dregur innsiglisring á fingur okkar. Það er að segja, hann gefur okkur hlutdeild í ríki sínu. Við verðum erfingjar að ríki hans. Spurningin er, á hverju byggjum við verðmæta mat okkar? Fyrir mörgum árum var ég í Universal Studios í Los Angeles. Þessi garður var stór og allt í einu þurfti ég leiðsögn innan hans og í þeim tilfellum getur maður stoppað og spurt hinar ýmsu persónur kvikmyndana leiðsögn. Ég stoppaði Göogokki og sagði að ég væri týnd. Nei, sagði Gö titrandi röddu. Þú ert ekki týnd, þú ert hér. Svo hvað er að vera týndur? Við getum verið týnd innan fjölda fólks, týnd á opinberum stað, týnd innan fjölskyldu og meðal vina. Það er, við erum ekki á sama stað í lífinu. Og við getum verið týnd trúarlega séð. Sagan af týnda syninum bent á skortinn sem hann lifði við. Hann fór út í heiminn með arf sem þarf ekki að túlka sem peninga, heldur getur táknað þekkingu á boðskapnum og blessun föðurins. En sonurinn ætlaði að standa á eigin fótum og treysta á sjálfan sig. Skorturinn getur táknað missi hans. Það er sama hversu ríkmannlega við getum lifað hér, það jafnast ekkert á við ríki föðurins. Skorturinn var afleiðing þess að hafa týnt niður eða gefið frá sér alla þekkingu á Guði. Guð hafði ekki týnt honum, sonurinn hafði týnt Guði. Við lifum í heimi sem er krefjandi og það er auðvelt að týnast í fánýtum hlutum, en öll leitum við að tilgangi og viljum finna til öryggis. Og hvíldina, öryggið og friðinn finnum við á göngunni með Guði. Í lexíunni segir spámaðurinn Míka að Guð fyrirgefi og sýkni af syndum þá sem eru eftir af arfleifð sinni. Það er þeim sem leita hans. Hann tekur þeim opnum örmum eins og faðirinn í sögunni. Guð er kærleikur og ef við leitum hans varpar hann synd okkar í djúp hafsins. Hann fyrirgefur því Guð hefur unun af mildi. Í pistlinu skrifa Páll að Guð sé auðugur af miskunn og ef við notum áfram myndmáli týndur og fundin, þá segir orð Guðs að í raun og veru fæðumst við týnd og erum að leita Guðs, verðum að finna hann á lífsleiðinni. Þegar við höfum fundið Guði myndmálið eins og í sögunni, þá höldum við heim eins og sonurinn. Faðirinn kemur auga á okkur úr fjarlægð og tekur á móti okkur.
Þegar við hefum fundið Guð, getur hann af náðsinni varpa synd okkar á burt og við orðið börn hans, erfingjar af Guðs ríki. Páll orðaði það þannig: af náð eru þið hólpin fyrir trú. Það er ekki ykkur að þakka, náðin er Guðs gjöf. Ekki byggð á verkum, svo enginn getur miklast af því að vera betri, skynsamari, fróðari eða trúaðri en annar. Við erum öll jöfn, öll ófullkomin, hver á sinn hátt. En Jesús segir söguna til að segja okkur að við erum öll velkomin í ríki Guðs. Í upphafi Guðspjallsins er sagt að tollefndarmenn og bersyndugir komu til að hlýða á Jesú, en farisegar og fræðimenn gyðinga fundu að því. Sagan er tímalaus og tekur á þessum samfélagslega stéttamun sem var ríkjandi þá. Hinir bersyndugu tákna týnda soninn, en fræðimennirnir tákna soninn sem var heima og gramdist að faðirinn fagnaði týnda syninum og slátraði alikálfinum fyrir þann sem var týndur en var nú fundinn. Alikálfurinn táknar Jesú sem Guð gaf sem fórn til að friðþægja fyrir syndir hinna týndu. Gleymum því aldrei að það er Guð sem tekur á móti þeim sem leita hans. Álit annara skiptir ekki máli. Það er Guð sem fyrirgefur, sýnir kærleika sinn og miskunn eins og faðirinn gerði í sögunni. Hann spyr ekki hvar varstu eða hvað varst að gera eða af hverju komst ekki fyrr. Hann er bara glaður að þú ákvast að koma og hann tekur þér fagnandi. Já, þemað í dag er orð friðþægingarinnar, týndur fundinn. Jesús sagði: hvað stoðar það manninn að eignast allan heiminn en glata sálu sinni? En hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Og Jóhannes skrifar: lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesú Kristi. Orðið sem friðþægir er náð. Af náð erum við hólpin fyrir trú. Hugtakið náð felur í sér að viðkomandi er sekur en er fyrirgefið. Ef við notum myndmál dæmisögunar, þá var hann týndur en er fundinn. Sögurnar týndasauðinn og drökmuna fá dýpri merkingu þegar sagan týnda soninn er tekin með þeim. Þær tvær fyrri veraldlega hluti sem týndust, en sonurinn hefði týnt sálinni ef hann hefði ekki snúið aftur til föðurins, fundið trúna á ný. Sonurinn sem var heima var jafn glataður og sá sem fór út í heiminn, því hann sá ekki blessanirnar sem hann lifði við. Hann lifði við allsnægtir, taldi sig vera betri því að hann var heima, það er af því að hann þekkti Guð. En það mikilvægasta er að viðurkenna að við þurfum á Guði að halda og halda sambandinu við hann opnu, því að við erum ekki komin heim. Við erum á leiðinni eins og týndi sonurinn. Guð er búinn að sjá okkur í fjarska og mun taka á móti okkur. En við fáum ekki nýju skóna, skikkjuna og innsigligshringinn fyrr en við komum í ríki hans. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.